það náttúrulega nánast óumdeilt að stór partur af góðu gengi samfylkingarinnar auðvitað þetta traust og þessi virðing sem að Kristrún nýtur ekki síst þegar kemur efnahagsmálum. Hún hefur auðvitað þannan bakgrunn, hún hefur þessa sérþekkingu og svo ertu með Daða Má líka sem hefur líka svona þennan status sko. Fólk svona hlustar eftir því sem þau segja og maður velti fyrir sér, það möguleiki, ég meina, þau að tala gegn betri vitund, þú veist, hvernig stendur á þessu? Ég sé að... Sérstaklega núna þegar þau hagfræðingarnir Daði Már og Kristrún eru að mæla fyrir sko vísitölu tengingu bóta. Já. Sem allir helstu sérfræðingar, þeirra kollegar, mótmæla harðlega og svo auðvitað atvinnulífið og alþjóðsambandið og það alveg sama hver það er. Bendur þetta sé fullkomlega órökrétt leið til þess að bæta hag þessa hópa. Ég sé að Bryndís Haraldsdóttir, kollegi minn á þingi, hún með grein í dag sem ég held að hafi borið yfirskriftina eða stöðufærslu kannski bara. Hvort við eigum að fá aftur lögfræðing eða dýralækni í fjármálaráðuneytið. Þú veist bara því að hvernig stendur á því að fólk með þennan bakgrunn og þessa sérþekkingu lætur svona hluti verða veruleika og svarar svona fyrir að því að manni finnst gegn betri vitund. Ég hef kastað því upp og það hafa nú fleiri gert að það sé auðvitað sá möguleiki fyrir hendi og við verðum alltaf að hafa það í huga. Við verðum að spyrja þessar spurninga og ég nenni ekki að ég ætla ekki að einu svona virða þessi sárindi sem að þau þykja síðan verða fyrir sko þegar þetta kemur upp. En gæti það verið að forsvarsmennir viljir hreinlega ekki að efnahagsástandið batni nægilega mikið að því að stefnan auðvitað svo að reyna að koma okkur inn í Evrópusambandið. Það stendur auðvitað hér til að fara þvert á loforð samfylkingarinnar og stendur hér til að fara að teima okkur í deilur Evrópusambandið núna bara allra næstu mánuðum. Og það eru auðvitað heppilegra fyrir þá sem að trúa einlæglega á Evrópusambandið og það sé lausn allar okkar mála að við séum kannski ekkert í neitt sérstaklega góða málum þegar að því kemur. Fannst þér ekki sannfærandi þegar Kristrún svaraði þessu í Silfrinu held ég fyrir skömmu þá svona hennar svar var raunveru þetta væri bara fyrir neðan allar hellur að saka einhvern stjórnmálamönnum það að í raun og veru vísvitandi bæta ekki hag þjóðarinnar vegna einhvers svona markmiðs sem að hún svona tjáði svona eins og þú segir mikil sárindi út af þessari umræðu. Þetta er bara, ég hef nú heyrt stjórnmálamenn vera að spurða mun ósanngjarnari spurningum. Mér finnst þetta raun og veru blasa við og það er ekkit bara varandi efnahagsástandi. Ég meina það er líka, við erum að horfa á þetta með þessum glerum mjög gjarnan í þinginu til dæmis utanríkismálanefnd. Ég hef þar verið að kalla eftir upplýsingum. Ég hef til dæmis verið að kalla eftir upplýsingum og vilja bera saman ferðir utanríkisráðherra. Annars vegar til Bandaríkjanna eins og kollegar hennar hafa verið að leggja mikla áherslu á og hins vegar til Brussel. Og nú er ég að bíða svar í þinginum bara það sem við fáum bara ferða yfirlita hennar, þannig að auðvitað að sjá þetta gegnum bara samfélagsmiðlun hennar. Hún er bara búin að vera með annan fótinn í Brussel og í Evrópusambandinu, ekki í Bandaríkjunum. Og við þurfum að horfa á allt með þessum glerum. Hvort sem það eru ferðalög, alls konar samkomulög sem er búið að vera að gera núna við Evrópusambandið og stoppa hinn á þessu makríl samningur eða hvað það er sko. Við þurfum að horfa á þetta með þessum glerugum. Þarna fer fyrir okkar hagsmunum fólk sem að vill gjarnan við förum í Evrópusambandið að róa því öllum árum. Og það er, ef þetta er tekið saman eins og þú segir, bara flugferðir til og frá Washington og svo Brussel hins vegar og þú sérð bara hvaða lóðin eru á það eru bara 0 til Washington. Við erum bara með, og þetta er eini ráðherrarnir okkar, eru einu ráðherrarnir á Norðurlöndunum sem fóru ekki á síðast ári og reyndu að funda með og lobbya fyrir íslenskum hagsmunum í Washington. Einu. Já. En hún er reyndar núna búin að ráða einhverja lobby stofu í Washington. Seint síðar. Já. Það var að koma bara núna í þessari viku. Það er bara gott mál og við erum öflugan sendiherra út í Washington. Það er auðvitað stjórnmálamenni sem að leggja línundar og það hefur algjörlega augljóst hvar hugur hennar hefur staðið og þessar ríkisstjórnar. Það hefur ekki verið að tryggja okkur hagsmuni gagnvart Bandaríkjunum. Það hefur bara verið að koma okkur inn í Evrópusambandið. En nú spyr maður sig hvort að þessi, ef þetta er taktík hjá þeim sko, að vilja ekki bæta efnahagsástandið til þess að svona ít okkur í þessa átt. Veltum maður fyrir sér hvort að það hreinlega sé að virka því að ég sem er sko ekki hrifinn af Evrópusambandinu og þeirri svona pólitík sem að þar er að ég bara hreinlega verða að fara að spyrja sjálf mig sko hvað liggja mínir hagsmunir þegar að sko íbúðalánum mitt
þegar það í raun og veru eins og það sko. Ég var að segja frá því í þættinum henni gæri Harmageddon að bara tjáði mig á persónulegu nótum að eignar hluturinn minn sem ég er búin að vera að borga og safna fyrir í 20 ár hann bara núna að hverfa mjög fljótt af því að þetta bara étið upp á verðbólgubáli og verðtryggingu og rugli þannig að Íslendingar spyrja sér náttúrulega bara hvernig væri okkur komið ef við værum bara með evrópska banka með lán í evrum og það væri bara samkeppni þú getur verið annarkvort hjá Nordea Bank eða Deutsche Bank eða hvað heita allir þessir stóru evrópsku bankar sem bjóða íbúðalán bara á því sem heitir mannsæmandi kjörum